Costa Brava nafn sem Íslendingar þekkja þegar sól- og sumarfrí koma upp í hugan en þessi mjög vinsæli ferðamannastaður á norðausturströnd Spánar og 24 milljónir manna heimsækja árlega hefur ekki verið mikið sóttur af Íslendingum þegar golf annars vegar. Tækifærin til golfiðkunar eru hins vegar mjög mörg og á svæðinu meðal annars besti golfvöllur Spánar, PGA Katalónia, en þar hefur Birgir Leifur Hafþórsson okkar maður leikið í úrtökumóti Evrópumótaraðarinnar. Íslenskir ferðaþjónustuaðilar hafa undanförnum verið að bjóða upp á golfsvæði í nálægð við Barcelona en hún önnur tveggja borga í Costa Brava en hin Girona. Ferðamálaráð Costa Brava bauð kylfingi að skoða aðstæður og 3 golfsvæði. Á Costa Brava svæðinu hægt að velja úr 8 flottum golfresortum eða golfsvæðum. Þekktast PGA Katalónia en þar eru 2 glæsilegir golfvellir, Stadium og Tour. Það einhver ástæða fyrir því að það hefur verið valið golfsvæði númer 1 á Spáni undanfarin ár og slegið þar út velli sem hefur trónað þar á toppnum mörgum sinnum, hinum gamal þekkta Valderrama. Stadium völlurinn hefur flest upp á að bjóða sem alvöru golfvöllur þarf að hafa, fjölbreyttar brautir í fallegu umhverfi og flatir upp á 10, hindranir í massavís þar sem fjöldi glompna og vatnstorfara spila stórt hlutverk. Það heillega erfitt að telja upp bestu brautirnar, þar eru svo margar. Á svæðinu eru líka topp aðstæður í öðrum þáttum eins og glæsileg golfvöslun og æfingasvæðið magnað og risastórt, eitt af stærsta í Evrópu. Þar geta kylfingar gleymt sér í langan tíma. Hótelgisting fjölbreytt á PGA og nýlega voru opnaðar fleiri íbúður sem standa kylfingum til boða að leigja. Á svæðinu eru 149 herbergi af ýmsum stærðum og gerðum og þessi aukning mun án efa auka vinsaldir staðarins. Það ekki furða þó að þetta sé völlur númer 1 á Spáni. Glæsilegur golfvöllur. En það ekki bara golf á PGA Katalónia, þó það sé vissulega vinsalasti golfstaðurinn á Spáni. Það eru fleiri skemmtilegi vellir og golfsvæði í Costa Brava. Við sóttum heim samnefndan völl sem 27 hólur en hann var byggður fyrir rúmri hálfri öld eða árið 1962. Stór eikar tré prýða þennan mikla skógarvöll. Klúbhúsið vinalegt þó það sé ekki stórt og andrúmsloftið afslappað. Golfvöllurinn fjölbreyttur og skemmtilegur en hann staðsettur við vinsælt ferðamannasvæði í hjarta Costa Brava þar sem finna má vinsælt verslunasvæði og hótel. Costa Brava völlurinn einkarekinn en þó opinn öllum kylfingum. Í ferðinni gistum við meðal annars á Salei Hotel Mas Tapiolas en það staðsett í hjarta Sólius dalarins 30 mínútur frá Girona. Við hótelið skemmtilegt vipp og pútsvæði. Hótelgistingin mjög vegleg inni á sjálfu hótelinu en jafnvel glæsilegri í nýlegum húsum við vippsvæðið. Hótelið 4 stjörnu og allar aðstæður til mikillar fyrirmyndar. Þriðja golfsvæði sem við heimsóttum var M-Porta en það vinsælt með 2 18 hólu golfvöllum, annar meiri skógarvöllur en hinn meiri strandvöllur, Forest og Links heita þeir. Báði vellinir mjög fínir en Forest-völlurinn heillað okkur meira. Fjölbreytnin mikil, há tré umkringdu margar brautirnar og settu sterkan svip á völlin en einnig margar vatnstorfærur. Hótel við völlin með öllum helstu þægindum, góðum veitingastað, bar og spa aðstöðu og gistingin á viðráðanlegu verði og mjög fín. Í Costa Brava eru fleiri golfsvæði sem vert að heimsækja. Það sem golf í Costa Brava hefur til dæmis umfram golf á Costa del Sol að vellinir eru ódýrari, meðalhiti lægri sem gott fyrir kylfinga og traffíkin á golfvellina ekki eins mikil sem mjög mikill kostur. Costa Brava svæði sem hægt að sækja heim allt árið kring þó það sé hugsanlega meira freistandi fyrir kylfinga að fara á vorin eða á haustin. Meðalhiti 24 gráður sem mjög fínn hiti fyrir golf. Í Costa Brava mikið úrval hótelgistingar og Íslendingar hafa kynst fjörunu í Barcelona. Þar í boði menning, afþreying, verslun og matur eins og hann gerist bestur í þessari skemmtilegu borg. Ef maður gistir ekki í Barcelona auðvelt að mæla með því að gefa sér tíma í borginni, taka góðan dag, skoða dómkirkjuna og rómönsku böðin svo fátt eitt sé nefnt í Barcelona.
Hlutfall Michelins veitingastaða óvenju hátt í Costa Brava en veitingastaðurinn El Celler de Can Roca í Girona hefur oft verið valinn besti veitingastaður í heimi meðal annars á síðasta ári. Staðurinn í eigu 3 bræðra. Þá Costa Brava vel þekkt fyrir vínrækt en það tilvalið að nota ferðina til að smakka ljúft í glasi. Svæðið eitt það stærsta í léttvínsframleiðslu en árlega koma frá 420 vínbúgörðum 3,5 milljón vínflaskna. This is my first visit to the Costa Brava. Some of my colleagues at Top 100 have visited and know the area quite well, but this is obviously a first for me. I'm very impressed with what I've seen on this short trip. PGA Catalunya I think is a wonderful golf course, and the second course, the tour course, is very good in its own right and well worth playing. But the stadium course is a standout course, and I can see why it's in the lower reaches of the world's top 100. And also currently number 1 in Spain. Brian Ward golfblaðamaður og skrifar fyrir þekkt golftímarit eins og 2 Days Golfer í Bretlandi en einnig hinna þekktu vefsíðu 100 bestu golfvellir í heimi. Hann segir að Costa Brava svæði bjóð upp á mikla fjölbreytni í golfvöllum og hann sé ekki hissa þó svo PGA Catalunya golfvellinir sé á toppnum á Spáni, sérstaklega þá stadiumvöllurinn, en Tour sé einnig virkilega góður. Hönnunin á völlunum sé þannig að fjölbreytnin mjög mikil og maður mann mjög vel eftir brautunum þegar maður fer yfir hringinn í klúbhúsinu að loknu golfi. Þá sé fjöldi teiga þannig að það sé auðvelt fyrir hinn venjulega kylfing að spila svona frábæra velli. Brian segir það verði engin svikin af því að fara í golf í Costa Brava og nefnir til dæmis Emporta golfvellana sem við spiluðum. Þetta séu glæsilegir golfvellir og þá sé það einnig heimsóknarinnar verði að leika Costa Brava völlin. But I know there are at least 10 courses in this region, north of Barcelona, that are well worth playing. Emporta we've played today. Fabulous setup at Emporta, 36 holes. Again, great variety. The links course is more open, mounded. It's a bit of a mishmash. You've got a few American style holes there, boarded lakes. You've got a couple of tree-lined holes, and then some that are copied from the links course of Scotland, mounded. Great fun, great course to play. Með meiri samkeppni í flugi þá hefur framboð af flugferðum aukist mikið til Barcelona frá Íslandi en einnig hægt að fljúga til Girona. Að minnsta kosti 3 flugfélög bjóða upp á flug til Barcelona frá Keflavíkurflugvelli. Þetta útsýni af svölunum. The one that the Cabernet Sauvignon did, yeah. Ef maður gistir ekki í Barcelona auðvelt að mæla með því að gefa sér tíma til að taka góðan dag. Ef maður gistir ekki í Barcelona